Komið sæl, ég býð ykkur velkomin á 230. fundi sveitarstjórn Dalabyggðar og bara óska sveitarstjórn og öðrum dalamönnum og þeim sem eru að hlusta á þessa upptöku gleðilegs nýs árs. Áður en við göngum til auglýstrar dagskrár þá eru hér tvö mál sem ég legg til að vera bætt við á dagskrá. Það er mál 2210-026, það er uppbygging innviða og verði bætt á dagskrá verður dagskrárliður 2. Og síðan er mál 2301-022 umsókn tækifærisleyfi vegna þorrablóts sem verði bætt á dagskrá verði dagskrárliður númer 9. Aðrir dagskrárliðir breytist í samræmi við framangreint. Þeir sem eru samþykkir því að taka þessi mál á dagskrá gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er fyrsta mál á dagskrá, það er endurskoðun á aðalskipulagi Dalabyggðar. Þetta er mál sem við frestuðum á fundi sveitarstjórnar í desember til þess að fara yfir prófarkalestur og rýnivinn og aðalskipulaginu. Þeirri vinnu er nú lokið og þarna. Hér liggur fyrir aðalskipulagstillaga fyrir Dalabyggð frá 2020 til 2032. Orðið er laust þessa aðalskipulagstillaga og einhver vill taka til máls. Guðlaug. Oddviti og aðri tilheyrendur. Það er mikil vinna sem liggur á baki í vinnu við aðalskipulagið og ég vil þakka öllum sem hafa lagt hand á plóg, bæði ykkur hér í sveitarstjórninni og aðrir sem hafa verið tilkallaðir, bæði starfsmenn og fyrrverandi nefndamenn í umhverfis- og skipulagsnefnd. Við teljum að við komumst ekki lengra í bili og við séum búin að finna alla hnökrana sem við sáum í upphafi. En það er allavega svo aðalskipulagstillaga sem liggur fyrir, verður til afgreiðslu hér núna og ég vona svo sannarlega að þið samþykkja hana. Þannig að ferli geti haldið áfram, komist til skipulagsstofnunar og við getum síðan að fara að vinna eftir nýrri aðalskipulagstillögu. Takk fyrir þetta, eru fleiri sem vilja taka til máls. Ég ætla sjálfur aðeins bara að taka hér örstutt til máls að þakka náttúrulega öllum sem hafa komið á þessar vinnu og það er viðamikið plagg. Ég veit nú ekki blaðsíðufjölda nákvæmlega en þetta er vel á 300 blaðsíður í heildina að fara yfir. Og það eina sem að ég svona velti fyrir mér eftir það er aðalskipulagsvinnu sem ég hef farið í gegnum hvort að með einhverju móti sé hægt að einfalda þetta ferli og hvort að þurfa að skoða löggjöfina í kringum skipulagsgerð á Íslandi því þetta er svona frekar þungt og flókið ferli og mikið af endurtekningum víða í aðalskipulaginu. Hlutur kemur inn í þessum kafla og það þarf að taka hann fyrir aftur orðrétt nánast á öðrum kafla. Þetta rennur svolítið saman eitt þegar maður lesi þetta. En síðan svona annað til gaman sem að ég rak nú bara augun í þegar ég var í þessari vinnu að það var þarna plagg sem var nú svona til kynningar í þessari vinnu sem var unnið í þarna tengslum við 4. áfanga rammaáætlunar og snýr skilgreiningar á óbyggðum víðernum á Íslandi. Og ég gat ekki betur séð en að hér í nágrannasveitarfélagi okkar Húnaþingi vestra í Hrútafirði sé óbyggt víðerni á smákafla sem hann er í sjó fram. Þrátt fyrir að þar liggi Innstrandalvegur númer 68 og við nánari skilgreiningu þá er malarvegur óbyggt víðerni en leið að veri komið malbyggon á þennan veg þá væri þarna skert þarna og ekki óbyggt víðerni á þessu svæði að ræða. Þannig að það er nú ýmislegt sem er hægt að skilgreina sem mannanna verk þegar það kemur að óbyggðum víðernum. En eru fleiri sem vilja taka til máls? Þuríður. Oddviti og fundamenn, ég meina sjálfsögðu samþykkja þetta aðalaskipulag, mikil vinna sem liggur á baki og þakka öllum fyrir það. En mér langar að spyrja út í kafla 17.4 að því ég fekk fyrirspurnum skipulagsákvæði skógrækt og það stóð inni gætaskala því að skerðist ekki útsýni. Viltu kannski svara Gulla okkur þetta hefur farið út? Takk. Takk fyrir þetta Þuríður. Fleiri sem vilja Guðlaug. Oddviti, það eru tilheyrendur. Það er alveg rétt að við tekjum út ein setning úr upphaflegum drögum
Og ástæðan er svo að í þessum sama kafla eru fyrirvarar þetta og fyrirvarar hitt. Ég persónulega treysti mér ekki til þess að afmarka útsýni hvað er útsýni eða skilgreina hvað útsýni er og ég álít að aðalskipulag sé stefnumótandi en það eigi ekki í aðalskipulagi að taka fyrir nákvæmlega eitthvað sem að er ekki hægt að skilgreina. Það sem að mér finnst útsýni finnst ekki öðrum útsýni og það að vera með þetta orð inni í aðalskipulagi það væri að æra óstöðugan. Hvernig ætlum við að framfylgja því að við brjótum ekki á neinum með því að skilgreina hvað er útsýni. Þannig að ég tek það alferð á mig ef einhver rósáttur við þetta og er tilbúin til að rökræða það hvar og hvenær sem er. Takk fyrir þetta. Guðlaug, fleiri sem vilja taka til máls? Þá ætla ég hér bara tillaga að bókun. Hún er svo hljóðandi. Sveitarstjórn hefur farið yfir framleg gögn og samþykktir með vísan í 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010 framlagða tillögu að nýju aðalskipulagi Dalabyggðar með þeim lagfæringum sem lýst er í minnisblaði umhverfis- og skipulagsnefndar. Jafnframt felur sveitarstjórn skipulagsfulltrúa að senda þeim aðilum athugasemdir gerðu afgreiðslu umsögn sveitarstjórnar athugasemdir og að auglýsa niðurstöðu sveitarstjórnar. Einhver sem vill ræða þessa tillögu? Við þessum ekki hljóðstöð sem eru samþykkið tillögunni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Og þá er næst dagskrárliður 2, það er uppbygging innviða. Og ég held að Garðar, formaður atvinnumálanefndar, ætla að fara yfir þetta mál. Oddviti, kæru fundamenn. Svona í framhaldi af þeirri uppbyggingu á íbúðarhúsnæði og öðru atvinnusvæði sem er í gangi og bara þeirri þróun sem við sjáum hér núna og framundan, þá langar maður að leggja eftirfarandi tillögu fyrir sveitarstjórn. Með vísan í umræðu og íbúðarþungi vorið 2022 þá leggur sveitarstjórn Dalabyggðar til við atvinnumálanefnd sveitarfélagsins að hún hlutist til að stofnaður verði starfshópur til þess að halda utan undirbúning á byggingu iðngarða í Búðardal. Mikil þörf er til staðar fyrir einyrkja og minni fyrirtækjasvæðinu fyrir bættan húsnæðiskost. Ekki hefur verið byggt iðnaðarhúsnæði í Búðardal síðan 1980. Fyrir utan endurbætur og viðbætur við húsnæði MS á staðnum. Og mikilvægt er að hugsað verði að þessi aðkallandi verkefni að fullri alvöru til eflingar atvinnulífs í Dalabyggð. Í því ljósi að Dalabyggð er þáttakandi í verkefninu brothættabyggðir má skoða í því samhengi hvort sækja mætti í opinbera styrki til verkefnisins til stuðnings. Ég leggi þetta fyrir sveitarstjórn. Orðið er laust þessa tillögu. Einhvers vill taka til máls? Það býður. Ja, Skúli, ég beði nógu lengi. Oddviti, góði fundamenn, mér finnst þetta alveg frábært verkefni sem að Dalabyggð á að taka styðja við ef að til þess kemur að einhverjir aðeinslega langa til að eða telja sig þurfa að byggja inn á húsnæði. Þetta er mjög gott verkefni að fara einmitt í svona samvinnuverkefni hjá mönnum að byggja eitt stórt hús sem við geta svo skipt á milli sín og ég held að sé nauðsynlegt einmitt að rjúka í þetta og styðja endilega við þetta allan hátt sem að Dalabyggð getur. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls? Þetta er mjög brýnt verkefni og góð bókun. Þess sem eru samþykkir þessari tillögu gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Dagskrárliður 3, það er gjaldskrár uppfærsla fyrir árið 2023 en á fundi 302. fundi byggðarráðs var eftirfarandi breyting samþykkt við tillögu að fjárhagsáætlun 2023-2026.
Lækkaðar eru tekjur vegna dvalargjalds á leikskóla vegna niðurfellingar á dvalargjöldum fyrir skólahóp, elsta árgangi í leikskóla frá og með 1. janúar 2023 og á 228. fundi sveitarstjórnar láðist að leggja þessa breytingu fram með afgreiðslu á gjaldskrám og er það því gert hér. Einhvers vil ræða þetta sérstaklega. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 4, það er samstarfssamningur við Ungmennasamband Dala og Norður Breiðfirðinga. Það liggur hér fyrir fundagögnum samstarfssamningur við Ungmennasamband Dalamanna og Norður Breiðfirðinga sem er undirritaður með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar. Einhverjir sem vilja ræða þennan samning sérstaklega. Það kveður fyrir ekki hljóð þess sem eru samþykkir þessum samning gefa merki. Hann er samþykktur samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 5, það er samstarfssamningur við leikklúbb Laxdæla. Það liggur hér fyrir fundargerðum samstarfssamningur við leikklúbb Laxdæla til staðfestingar og það eru engar efnislega breytingar á samningu sem var til og lagt til að þessi samningur gildi út desember 2025. Einhvers vil ræða þennan samning sérstaklega. Það kveður sér engin hljóð þess sem er samþykkir honum gefa merki. Hann er samþykktur samhljóða. Þá er næst dagskrárliður, það er stafræn húsnæðisáætlun og þetta var hérna í auglýstri dagskrá. Hins vegar er staðan svo að það hefur ekki tekist að ljúka við þessu áætlun. Þannig ég legg til að þessu máli verði frestað til næsta fundar sveitarstjórnar. Það sem eru samþykkir því gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 7, það er Þorrablót Ungmennafélag Stjörnunar tækifærisleyfi en sýslumaðurinn á Vesturlandi hefur óskað eftir umsögn tækifærisleyfi vegna Þorrablóts 28. janúar næstkomandi með vísan til 17. grein laga nr. 85/2007. Og ég hér með svohljóðandi tillögu að bara samkvæmt samþykkt sveitarstjórnar Dalabyggðar frá 14. mars 2019 skal aldurstakmark á dansleiki og skemmtanir í húsnæði í eigu Dalabyggðar þar sem áfengi er haft hönd vera 18 ára. Sama á að gilda hvort sem eignarhald húsnæðis er að fullu á hendi Dalabyggðar eða sameiginlegt með öðrum aðilum. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við veitingu tækifærisleyfis vegna Þorrablóts í Tjarnarlendi 28. janúar 2023. Einhvers vil ræða þessa tillögu. Þess sem eru samþykkir henni gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 8, það er Þorrablót Laxdæla, það er tækifærisleyfi. Það er sýslumaðurinn á Vesturlandi óskar eftir umsókn tækifærisleyfi vegna Þorrablóts 21. janúar næstkomandi með vísan til 17. grein laga nr. 85/2007. Og það er sambærileg bókun og hér á síðasta máli. Hún er svo hljóðandi að samkvæmt samþykkt sveitarstjórnar Dalabyggðar frá 14. mars 2019 skal aldurstakmark á dansleiki og skemmtanir í húsnæði í eigu Dalabyggðar þar sem áfengi er haft hönd vera 18 ár, sama og gilda hvort sem eignarhald húsnæðis er að fulla á hendi Dalabyggðar eða sameiginlegt með öðrum aðilum. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við veitingu tækifærisleyfis vegna Þorrablóts í Dalabú 21. janúar 2023. Einhvers vil ræða þessa tillögu. Að kveður sér engin hljóð þess sem eru samþykkir henni gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 9, það er Þorrablót Suðurdala, tækifærisleyfi. Sýslumaðurinn á Vesturlandi óskar eftir umsókn tækifærisleyfi vegna Þorrablóts 4. febrúar næstkomandi með vísan til 17. grein laga nr. 85/2007. Samkvæmt samþykkt sveitarstjórnar Dalabyggðar frá 14. mars 2019 skal aldurstakmark á dansleiki og skemmtanir í húsnæði í eigu Dalabyggðar þar sem áfengi er haft hönd vera 18 ár. Sama á að gilda hvort sem eignarhald húsnæðis er að fulla á hendi Dalabyggðar eða sameiginlegt með öðrum aðilum. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við veitingu tækifærisleyfis vegna Þorrablóts í Árbliki 4. febrúar 2023. Einhvers vil ræða þetta. Þeir sem samþykkir þessu gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Mér langar svona eftir afgreiðslu á þessu máli, eins og bara með fyrirliggjandi gögn, svona við ekki athygli á aldursumsóknum á þessi Þorrablót. Það er mismunandi markhópur því að í Sörbænum á Tjarnarlandi er sótt fyrir 18 til 101 árs, Búðardal 18 til 110 ára og í Árbliki 18 til 99 ára. Þannig að það er
það mismunandi markhópur á þessi þorrablönd. En þá næst dagskrárliður 10, það eru fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga, það eru fundargerðir til kynningar sem liggja hér fyrir í fundargögnum, fundargerðir. Einhvers vill ræða þessar fundargerðir sérstaklega. Það biður enginn orðið. Þá eru dagskrárliður 11, það eru fundargerðir Breiðafjarðarnefndar, það liggja hér fyrir fundargerðir Breiðafjarðarnefndar, einhvers vill ræða þær. Það biður enginn orðið. Þá dagskrárliður 12, það eru fundargerðir SSVAF sem liggja hér fyrir í fundargögnum, einhvers vill ræða þær. Það biður enginn orðið. Þá er það síðasti dagskrárliður, það er skýrsla frá sveitarstjóra og ég gef bara Bjarka orðið. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Ég vil byrja á að óska ykkur gleðilegs nýs árs sem hér eru og þeim sem að hlýða á fundin, hvort sem það er í beinni útsendingu eða upptöku, og þakka fyrir góð samskipti á liðnu ári. Í gær voru 6 mánuðir frá því að ég skrifaði undir ráðningarsamningu við sveitarstjórn Dalabyggðar og mér finnst þetta hafa liðið hratt, líkt og þetta hefur í rauninni bara gerst í gær eða fyrradag. Og eitt og annað hefur gerst síðan að ég hóf störf 1. ágúst síðastliðinn í góðu samstarfi við ykkur hér, sveitarstjórn og starfsmenn Dalabyggðar sem og íbúa Dalabyggðar og hefur verið notalegt að stíga hér inn í samfélagið og ég er viss að við eigum eftir að gera ýmsa spennandi hluti saman á komandi misserum og árum. Ég ætla hér að stikla á stóru yfir það sem hefur helst drifið á dagana síðan á síðasta sveitarstjórnarfundi sem ég satt, þann 18. desember síðastliðinn. Það hafa, eins og hér kom fram, hafa ekki verið neinir nefndarfundir sem slíkir á þessu tímabili síðan að sveitarstjórn fundaði reglubundið síðast, en það var haldinn aukafundur sveitarstjórnar rétt fyrir jól út af breyttu lagaumhverfi hvað varðar fjármál. En ég ætla að stikla hér á stóru. Nú, fyrst vil ég nefna að íbúar Dalabyggðar nú 1. janúar síðastliðinn eru 655, 10 færri heldur en fyrir ári síðan. Það var mikil fjölgun á árinu 2021 sem að rífði íbúatölun upp rúm 7%, en við þurfum að halda vök okkar og stuðla að því að íbúaþróunin snúi við og við höldum okkur haldi ekki áfram að fækka. Engu að síður að þá þegar við horfum í tekjur Dalabyggðar af staðgreiðslu þeirra sem hér eiga lögheimili, þá hækkuðu þær 13% á árinu 2022, hækkuðu 13% og voru 4 milljónir króna hærri heldur en gert var ráð fyrir í áætlun. Þannig að það er jákvæð þróun þar. Nú, næst vil ég nefna að framkvæmdir við endurbætur á skrifstofuhúsnæði Dalabyggðar héldu áfram. Gólf á skrifstofurýmum og nýsköpunarsetri á jarðhæð var slípað og lakkað helgina 16. og 17. desember síðastliðinn. Það ásamt málingavinnu og uppsetning á milliveggjum, auk þess sem tekið voru niður til, hefur skapað ákveðið rót í starfsumhverfi okkar góðu starfsmanna, en það stendur allt til bóta. Samhliða þessum endurbótum þá höfum við endurmetið staðsetningu ákveðinna starfa hvað skrifstofurými varðar og mun til að mynda skrifstofa sýslumannsembættisins færast og þar með verður aðgengi að þeirri þjónustu aðgengilegra heldur en verið hefur. Áfram verður unnið við endurbætur þó þessi verkþáttur klárist, því næst á dagskrá er að skipta út ofnum, því húsið er og hefur verið ansi kalt undanfarin ár og því tímabært að fara í þær endurbætur sem og hinnar. Næst vil ég nefna að Dalabyggð varð formlegur aðili að umdæmisráði barnaverndar á landsbyggðinni áramótin. Áfram er unnið að loka frágangi þess skipulags sem verða mun hér í Dalabyggð hvað dagleg verkefni varðar og er orðið brýnt að klára það mál þannig ekki skapist rof í þjónustunni, bæði hvað varðar barnaverndarmál sem og félagsþjónustu almennt. Sveitarstjórn hélt aukafund eins og ég nefndi hér áðan þann 21. desember síðastliðinn þar sem rætt var breytingu á lögum varðandi tekjustofna sveitarfélaga í kjölfar samkomulags sem gert var breytingu á fjármögnun þjónustu við fatlað fólk milli ríkis og sveitarfélaga. Hámarksútsvar sem sveitarfélag mega nú leggja á hækkaði í 14,74% eða 0,22% samkvæmt breyting á lögum tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995. Álagður tekjuskattur ríkis lækkar sama hlutfall í báðum skattþrepum.
Sveitarstjórn samþykkti samhljóða þessa breytingu sem mikilvægt að fylgja í ljósi regluverks í kringum jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem mikilvægur tekjustofn, það sem kemur mikilvægur tekjustofn til Dalabyggðar í gegnum. Og næst að nefna að eins og var samþykkt hér áðan að það voru undirritaðir samningar við UDN þann 4. janúar síðastliðinn með fyrirvara staðfestingu sveitarstjórnar sem fékkst hér áðan og það samningur til 3 ára sem vonandi styrkir íþróttastarfið í Dalabyggð enn frekar en nú og eins var undirritaður samningur við leikklúbb Laxdæla með fyrirvara staðfestingu sveitarstjórnar til 3 ára núna í upphafi árs. Vinnufundur var haldinn vegna loka frágangs aðalskipulags 2020 til 2032 þann 28. desember síðastliðinn og vil ég þakka þeim sem kom að þeim fundi fyrir afurð þess fundar sem og öllum þeim nefndar og starfsmönnum Dalabyggðar og verki sem kom að verkinu með einum eða öðrum hætti. Hér fyrir á fundinum staðfestu við aðalskipulags sem fer nú til meðferðar Skipulagsstofnunar og vonandi gengur það ferli vel fyrir sig. En ég ítreka þakkir til allra þeirra sem koma að þessu gríðarlega viðamikla verkefni sem vinna við aðalskipulag sveitarfélags Við erum þessa dagana að vinna að undirbúningi umsókna til Byggðastofnunar í sjóði sem að sú stofnun hefur auglýst til umsóknar og sjáum við í Dalabyggð fyrir okkur að reyna að ná stuðningi við verkefni okkar samfélagi til framdráttar. Það til að mynda væri möguleiki að það svo tillaga sem að Garðar bar hér upp fyrir á fundinum gæti mögulega átt leið þangað inn í þann sjóð sem og önnur verkefni sem að skipta okkar samfélag máli og við þurfum að reyna að nýta þá möguleika sem felast í þessum sjóðum sem bæði Byggðastofnun og aðrar stofnanir að flagga þannig að við getum fengið stuðning þaðan til þess að fara í bæði nýsköpunarverkefni og önnur verkefni til stuðnings samfélaginu hér í Dölum. Talandi samfélagið og atvinnulíf, þá langar mig að segja frá afar skemmtilegri og upplýsandi heimsókn sem ég átti nú fyrir vikunni í starfsstöð MS í Búðardal. Eins og við vitum öll þá MS mikilvægur vinnustaður hér í Dalabyggð, 25 manns á launaskrá þar alla jafna, auk þeirra starfsmanna sem ráðnir inn yfir sumarmánuðina á bilinu 6 til 7, þannig að þetta gríðarlega dýrmætur vinnustaður. Það afar fjölbreytt flóra mjólkurafurða sem unnin í Búðardal þó ostaflóran slái allt út og eru hluti af þeirri ímynd sem Dalabyggð hefur í augum landsmanna margra að Dalaostarnir eru sterkt vörumerki. Ég fekk að sjá yfirlitið við framleiðslumagn einstakra vörunúmera og það í rauninni magna hvað rennur í gegn á ári hverju og við íbúar Dalabyggðar megum vera stolt af starfsstöð MS eins og reyndar mörg öðru hér í okkar samfélagi. Samtal við Eykt varðandi íþróttamannvirki hefur haldið áfram og hitti sveitarstjórn ásamt undirrituðum og umsjónarmanni framkvæmda fulltrúa fyrirtækisins á fundi núna í upphafi árs og vonir standa til að fara að draga til tíðinda í því samtali á allra næstu vikum. Yfir í allt annað, embætti landlæknis á lokametrunum við vinnu sína á skýrslu í kjölfar úttektar sem gerð var á Silfurtúni í haust. Ljóst að embættið mun koma á framfæri ábendingum til okkar þætti sem þarf að bregðast við til úrbóta en ekkert af því þess eðlis ekki verið hægt að bregðast við hratt og örugglega. Til viðbótar hvað varðar Silfurtún þá í undirbúningi viðhaldsvinna við 1 rými heimilismanns þannig að það verður þá 3. rýmið á innan við ári sem við endurbætum og á viðhaldsáætlun þessa ás 1 rými til viðbótar á dagskrá. Þannig að við erum í rauninni að fylgja því plani sem við lögðum hér á síðasta ári að taka 2 rými heimilismannarými á ári núna þannig að við hlúum enn betur en verið hefur að heimilismönnum sem á Silfurtúni búa. Varðandi öldrunarmál og öldrunarþjónustu í Dalabyggð almennt og starfsemi Silfurtúns þá hafin vinna við undirbúning mögulegra samþættingar og fór fyrsti fundur starfshópsins fram í síðustu viku og verður funda vikulega nú næstu 2 mánuði og með okkur ásamt mér og formanni stjórnar Silfurtúns Þuríði að þá eru 2 starfsmenn Heilbrigðisstofnunar Vesturlands með okkur í þeirri vinnu. Þannig að stefnan að fyrir lok marsmánaðar verðum við búin að skila á okkur tillögum það hvernig að þessu verkefni verður staðið. Í tengslum við endurbætur okkar og framkvæmdir við nýsköpunarsetrið á jarðhæð stjórnsýsluhússins þá á dagskrá að reyna að fá fleiri til að nota rýmið og það gaman að segja frá því að einn af alþingismönnum Norðvesturkjördæmis, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir,
hefur nýtt rýmið nú í jólahléi þingsins og vonandi sjá fleiri þingmenn okkar ástæðu til að koma til okkar og nota þessa ágætu aðstöðu sem að skapast ásamt enn fleirum sem að að því aðstæðan hér eftir að við ljúkum framkvæmdum held ég að við getum verið stolt af henni og vonandi nýta hana sem allra flestir. Nú og lokum að auglýst hefur verið eftir umsóknum í menningarmála verkefnasjóð Dalabyggðar. Þetta er langt orð en það er að renna út umsóknarfrestur núna helgina. Umsóknarfresturinn er til og með 14. janúar og ég hvet áhugasama til að skila inn umsóknum. En þessi sjóður, menningarmála verkefnasjóður Dalabyggðar, hefur yfir að ráða 1 milljón króna til ráðstöfunar, þannig að það munar minna í grasrótarstarfi eins og mörg menningarfélögin okkar að sinna. Og eins og áður þá má sjá á þessari stuttu yfirferð að það margþætt viðfangsefni hjá okkur í Dalabyggð og aðeins stiklað á stóru. Starfsfólk Dalabyggðar á hinum ýmsu starfsstöðum er að sinna sínum daglegu verkum alla daga af sannri alúð og fyrir það vil ég þakka leið við hvet okkur öll til dáða til að efla það góða starf en frekar. Að endingu þá vil ég, eins og ég byrjaði á, óska okkur öllum í Dalabyggð gæfu og góðs gengis á árinu sem nú nýhafið. Undanfarnar vikur og mánuði höfum við að mínum mati sáð hinum ýmsu fræjum varðandi verkefni sem eiga alla möguleika til að vera samfélaginu okkar góða til heilla. En til að svo megi verða þá skiptir samstaða og samheldni máli og líti framhaldið og framtíðina bjartsýnum augum okkur í Dalabyggð til heilla. Takk í bili. Takk fyrir þessa yfirferð, Björki. Þá bara dagskrá fundarins tæmd og við munum núna yfirfara fundargerð og ganga frá henni. En næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar er 5. 9. febrúar.